Býtu, heyrði ég eitthvað vera að tala um hræsni? Nei, af hverju? Hefur Þórður Snær ekki verið með fremstu mönnum í stafni hinnar göfugu cancelkultúrsbylgju síðustu ára? Yfirlýstur karlfeministi sem ítrekað hefur farið fram á að hausar fá að fjúka þar sem að hans eigin siðferðisviðmiðum hefur verið misbúið. Kemur svo bara í ljós að sjálfur hafa hann á sínum tíma fóstrað svo skelfilegar hugmyndir kvenþjóðina alla í heild sinni að grínkarakterinn Gilsenegger verður eins og lítill leikskóladrengur í samanburði. Hverjum hefur dottið það í hug? Á tímum þar sem menn eru uppnefndir karlrembur og kvenhatarar fyrir málefnalega gagnrýni á fyrirbæri eins og kynjakvóta og jafnlaunavottun, þá þykir allt í lagi að frambjóðandi Samfylkingarinnar hafi opinberað hrópandi bónafætt stæka kvenfyrirlitningu í ítrekuðum bloggfærslum. Að vísu fyrir meir en áratug síðan, en það er alveg fersk nýlunda fyrir mér að cancelhreyfingin virði mönnum það til tekna. Kaldhæðnislegt líka að þetta hefur verið svona alvöru, raunveruleg incel kvenfyrirlitning. Við erum ekki að tala um einhverja íhaldsskoðanir eldri kynslóðarinnar, heldur eru að tala um alvöru hatur á tilteknum þjóðfélagshóp bara fyrir það eitt að hafa ekki sömu kynfæri og hann. Svona alvöru karlar sem hata konur dæmi. En gott hjá Kristrúnu að leggjast ekki eins lágt og Doddi sjálfur hefði gert í hennar stöðu. Kannski verður þetta til þess að eitthvað að fara að létta á dómhörkunni í okkar hörðustu siðapostulum. Eða hvað? Kannski ættu við bara að hafa ákveðna reglur áfram fyrir góða fólkið og hinir geta bara étið hundaskít og slefað.